Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá ætlum við að tala sjónvarp eða þátt sem var búin til í Noregi. Heitir á íslensku Berit betri maður, ölhundurinn Berit upp á norsku. Verðlaunaþáttur, hann í einhverju svona sjónvarpsþáttakeppni í Cannes sem er mjög fínt. Þetta er merkilegu þáttur og maður sér það bara á samskiptamiðlum að fólk er að tala efnið þeirra, en það er þetta bara tekið beint út úr okkar nútíma. Þetta fjallar það sem að kalla að verið eitruð karlmennska, einmannaleiki, eitraðu feminismi, netofbeldi, kynjahlutverkin, bæld kynlífsorka, hvað afleiðingar hún hefur á þá sem að fá enga útrás fyrir hana, alls konar hluti. Einlega stórmerkilegir þættir. Og til að ræða efnið þeirra, fyrst og fremst, eru hingað komin Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem er félagsfræðingur. Þetta er velkomin. Takk fyrir það. Reyni Lyngdal sem er leikstjóri. Helga Arnardóttir sem er kvikmyndagerðarkona. Já, fjölmiðlakona og kvikmyndagerðarkona. Já, maður veit aldrei hvort maður að hafa. Ég veit það eðlilega. Og Frosti Loðarsson sem er ritstjóri. Hvað ég hafa, það ekki? Já, það getur bara passað. Herðu, þegar þeir eru svona úr bíóinu, svona aðeins bara svona formið og þáttunum sem að sömuleyti svona, gætum við að tala það, að það er eitthvað snjallt við þetta. Við bara tölum hvernig þættirnir eru gerðir og hvernig sagan tekur svona flikkflakk og er þetta merkileg kvikmyndagerðist? Eða er þetta bara merkilegt svona lestabréf með skoðunum? Ég veist bara, þegar ég sá þetta fyrst á bara RÚV, þá var ég bara ölhundurinn, hvað? Ég var ekki að fara að horfa á þetta. Fannst þetta bara núll spennandi. Ég held að vera eitthvað svona, með einhverja svona íþróttabullu. Eitthvað sem ég tengi alls ekki við. Reka markastjórun, það er bara hann. En það er samt sem að vera húkkur, því að það er transkona framan á. Þannig að ég bara einhvern veginn klikka á þetta og ég gat ekki hægt. Bara var óvinnufær bara og vakti fram til nótt og kláraði þetta bara. Ég upplifði einhvern veginn það er nú að tala svona í fræðunum, þú þekkir þetta nú að svona til að búa til sögu þá er svona spurð, kannski spyr maður sig einhverjar spurningar eða höfundur spyr sig einhverjar spurningar, hvað ef? Og þetta er náttúrulega alveg svona ótrúlega gott dæmi hvað ef nettröll, einhver maður sem að höfðar sér illa á netinu, var sagt, og ef að hann þyrfti allt í hérna væri svo komin í spor þeirra sem verða fyrir þá því ofbeldi sem að hann er að hóta og mér finnst það svo snjallt það er svo snjallt að því hvort að sagan er realísk eða ekki er algjört aukaadriði, það er bara þessi spurning sem er svo flott, hún er svo flott sett fram og þetta er bara í svolítið kannski svolítið langt síðan maður hefur séð eitthvað þar sem maður veit bara ekkert hvað er að fara að gerast. Nei, maður veit það ekki og hvernig endar þetta. Þannig að sögufræðindan... Og hvað svo? En samt er þetta svona jákvætt, þetta er þroskasaga margra persóna, ekki bara þessa manns og allir skána. Þetta er rosalega trú á mannkynið í þessu. Það er happy ending, fallegur endir. Og svona resolved. Sem að fólk kannski sem er búið með 3 þætti kannski trúir ekki. Já, getur ekki séð fyrir sér í 3. þætti. En þetta er mögnuð þáttagerð og lætur náttúrulega engan ósnortinn. Rosalega átakanlegt, dark eða ljótt og fallegt. Og já, bara skandinavarnir geta verið alveg ótrúlegir í þessu. Já, þeir eru það. Þeir eru undan okkur. Þeir eru bara rosalega progressífir í svona sjónvarpsgerð. En handritið, þú varst að skrifa handrit að sálfræði Þrilli sem er að fara í sýningu á Símanum. Þakka kærlega fyrir plöggið. Já, en að því að með þetta áhugavert að tekið svona aðstæður, nokkra persónur, svo leyfir höfundurinn sér að fara bara inn í persónu, velur bara lengi og greinir þar, þannig að sumuleyti er þetta svona
eins og stundum bara svona eins og í leikhúsi, þetta svona eiginlega svona sálfræðileg greining á persónunum. Mér finnst það ótrúlega snjallt að leyfa sér að vera svona lengi að dvelja við persónu. Allt í einu tekur bara sagan Krókur og allt í einu eiginmaðurinn í ganginum íbúin á móti. Bara saga hans. Stórkostleg. Rosaleg. Og það fannst mér sko djarft í þessum handritaskrifum að þeir fara einmitt mjög djúpt inn í persónur og næstum því einmitt inn í hugarheim þeirra og það eitthvað sem að maður sér ekki oft. En þeir eru oft að taka og svindlararnir í Lettlandi. Já, svindlararnir í Litháen. Og maður sá einhver manneskjuleg heiti í þeim. Já, maður skilur þeirra aðstæður. Ofbeldisfólkið meðal annars hommi sem augljóst var lamin út á götu bara stuttu á. Já, og þannig að það verið að menn að kasta ofbeldinu á milli. Já. Og svo þetta uppreist æru svolítið fyrir inselin sem hefur ekki mikið mátt tala og ég hefur verið að skoða það í mörg ár verið eitthvað stúdera insel menn og svona og hef tekið eftir sko það hefur ekki verið mikil þolinmæði eða svona mikið umburðarlyndi í garð þessara manna. Nei. En þetta oft bara, þetta menn sem að eiga erfitt uppdráttar félagslega. Þeir eiga erfitt með að keppa við aðra menn í stigveldi karlmennskunnar. Þeir eru oft fátakari, síðumenntaðir, þeir eru oft skortir félagslega færni, þeir eru oft einhverfir eða hafa liðið einhver áföll. Þetta rosa svona góð stúdera á þessu. Þetta bara góður maður sem á mjög bágt. Meinar ekki það sem hann að segja á þetta netinu, hann bara fullur að gremju og skilur ekki, að þessi manneska, þessi kona sem hann sér sem að einhvern veginn bara fyrir honum svo flott og vinsæl og dáð og elsku, það gremjan. Hann meinar ekki endilega það sem hann er að segja, hótunin, hann bara fattar ekki að manneska hann á bakvið og fólk skilur ekki afleiðingarnar og hún skilur líka ekki, þetta ákveðin tækifærismennska þegar hún ákveður að taka hann fyrir, það var ekkert ástæða þess að hún koksaði eitthvað. Já, og var á engan hátt reiðubúin að taka móti afleiðingunum af því og það líka svo flott að sjá hann að bera það. Þetta fyrsta skiptið sem við sjáum inselin verða gerða mannlegan, svona mannlega hlið á honum. Hann fyrst að verða kona til þess. Já. Þetta ekki uppreist æru fyrir inselin hvernig hann hegða sér, Nei, það sjálfsögðu ekki. Hann maður, inselin líka titrandi hjarta. Mér langar, þegar ég var í Kastljósi þá voru einmitt kommentakerfin alltaf logandi og það var svona algjör, það var mikið stríð bara í kommentakerfinum. Þetta er 2017 minni mig og ég ákveð að taka þá sem voru bara svona hressilega kanselaðir í kommentakerfinum. Einn núverandi fjármálaráðherra og hinn var Logi Bergmann Eiðsson og svo Sema Erla. Þau voru 3 þarna og kom úr ólíkum geirum, bara Guðni Már, bara vamlaus fræðimaður sem hafði vogað sér að kommenta á gefið eitthvað viðtal eitthvað matarverð, heimsmarkaðsverð á mat, bara mjög svo fræðilegt og fékk á sig þannig holskeflu af kommentum að hann bara hafði aldrei séð hann eins. Við tókum þau í viðtöl og svo höfðum við upp á þeim sem skrifuðu athugasemdirnar og tókum þá upp. Og við sátum ekkert það og ekkert steika og ég hringdi í það og segi bara ég hringi hér stúdíó og hljóðveri og mér langar að spyrja þið út í það sem skrifaður hann væri heilalaus hálfviti, ég man ekki hvers eðlis það var en það voru opbáslega ljótt og þá frontaði ég fólk og fólk dró strax í land, heyrðu ég ætlaði nú ekki að vera svona harður, ég rauka eins í mig að svo að með vegið hvað þetta veri hátt mataverið og bara, hann var eitthvað gagnrýna það og eitthvað, og það voru svo mannleg viðbrögð á bakvið hverja einustu athugasemd. Það getur verið að þá sé bara viðurkennt hegðun inn í kommentakerfunum sem ekkert, ég ætla ekki að vera þannig í fermingavislunni, ég bara hverðar ekki að mér. Það þekkja það allir sem hafa orðið fyrir barðinu á svona nettröllum að það hefur alveg gerst að maður hefur rekist á einhvern í almannarýminu sem að maður veit að hefur verið að drulla yfir sig og þá verða þær allir svona rosalega vandræðalegir og það dettur engum í hug að tala með sama hætti. Það er svolítið gaman að hitta fólki því að maður finnur að maður er að koma því í vandræði og að gera neitt. Algjörlega. Ég las viðtal við höfund þáttana kvikmyndagerðarmaður og höfundur sem heitir Tómas Seberg, held ég sé að byrja rétt fram.
gólið hjá honum var að gera, reyndar átti þetta að vera kvikmynd fyrst og það var alltaf að vera að senda tilbaka frá hjá norska kvikmyndarsjónum að þetta var of langt hjá honum eða eitthvað, þóttu ótrúverðut eða eitthvað, við kannustu nú þetta alltaf aldrei til einn peningur. Það er í annan þátt, íslensk kvikmyndagerð. Bara típist, en svo er haft hvernig kemst í gegnum takmarkaða ráðgjafa. Þetta er eins og heimtamann úr helju, sko. Heyrðu, og hann, sem sagt, svo kemur upp eitthvað tækifæri og hvort það er NRK sem hefur samband við hann, hvort hann sé með eitthvað og hann notar þetta efni þar sem hann var búin að stytta niður og ákveður að expanda aftur, stækka það og bæti þar á meðal og stækkar þá sögur sem sagt nágrannans sem er náttúrulega svakaleg en útgangspunkturinn hjá honum er nákvæmlega þetta sem að Frosti var kannski að tala um hérna áðan, það er hver er munurinn á hegðun okkar á netinu versus í raunheimum og að fæst okkar ef við getum sagt nákvæmlega sama ef við setjum niður og skrifum Þessi heimur á netinu, hann virðist geta kallað fram í fólki bara þeirra allra vestur hliðar með lítilli fyrirhöfn og öfugt, þessi nauðgarinn á línu sem er svona áhrifamikil og maður sér að þetta hefur áhrif á Berit þarna sem hann er að tala skjái og þetta er eitthvað svona rotturansókn og þú veist einmannaleika og hann er að setja samengi við þú veist hvernig við erum bak við skjáin og og maður sér einhvern veginn svona það verður þú veist það snertir Berit einhvern veginn og svo er það náttúrulega fer það eins og það fer og þú veist og það er atriðið þar sem maður hugsa bara eru það að fara alla leiðina með þetta var svakalega átakanlegt en þú veist meiri sagði einhverjum svona karakterum gefnar góða línur sem að hafa svona eitthvað svona ytri áhrif á þú veist boðskapinu. Ég veit það. Það er líka eitt sem er ótrúlega að láta persónur ekki vera bara góða liðið og vonda liðið. Og það er bara skepna sem getur kennt eitthvað gott sko. Já, það er nú mannheimurinn. Það er engin einhliða þarna í þessu sem er merkileg. Og góðmenni geta gert þér illt. Það er líka eitthvað svona mjög dæmisögulegt við framsetninguna á þessu. Að þetta er í rauninni upplifun af þessu svona allavega mín upplifun er einhvern veginn er svo að, þú veist, þetta er eins og dæmisaga. Þetta er sett fram eins og dæmisaga. Hvað ef? Og samkenndarstuðlinn, mér finnst hann svo spennandi, einmitt með þessum incel, því að maður fékk svo djúpa samkennd með honum strax, þó hann hefði skrifað þetta, þá sá maður alveg aðstæður hans. Og bara, hvað hann var einmana, hvað hann var einn, og svo svikinn. Okay, en ef við tökum þetta sem svona innleggin í samfélagsumræðinu, hvað ætlum við að gera við það? Að það sé svæði hérna í samskiptum okkar, þar sem að fólk getur bara, er ekki bara húsum hæft, sko. Allir hegða sér eins og séu bara, er þið bara hent út úr því svæði sem að við erum svona á mannlegum skala og við viljum vera inn á. Hvað ætlum við að gera við það? Ég verð að segja það, að þessi áhrifaríka umfjöllun okkar í Kastljósi þarna árið, sko hafði rosalega bara svona áhrif hvað varðar það að við fengum svona meðbyr með þessari umfjöllun að kalla menn til ábyrgðar fyrir það sem þeir skrifa og að þú getur hringt í það og myndirðu treysta þér, við spyrjum, myndirðu treysta þér til þess að segja þetta við hann í eigin persónu? Nei, alls ekki, ég byrst bara afsökunar á þessu og þetta var bara afsakið, ég vil alls ekki að þetta, þú veist. En ég geti verið hérna með sko 30 tíma þátt okkur degi bara það sem er sagt um mig á Já, ég veit það. En það er líka mjög varasamt að kalla menn til ábyrgðar á opinberum vettvangi eins og þessi þættir er að segja okkur einmitt að hann náttúrulega reynir að fremja bara sjálfsmorð algjörlega. Og allt það hræðilega sem að því fylgir að þessari opinberu smánun. Það er kannski ekki leiðin. Sömuleyti vegna þess að hann er í viðurkenndri hegðun á abnormal svæði og það sem að hún eiginlega svindlar, hún tekur þá hegðun og flytur það inn í raunheima og það veldur svona... En eigum við að gefa afslátt af því, nú bara spyrja, eigum við að gefa afslátt af hlutum sem að fólk lætur út úr sig sem að meinar ekki. Ég veit ekki, en það er ekki bara svona mikið mál held ég. Við getum ekki verið að láta eins og þetta sé, þú veist, einhver skrifar eitthvað komment, já, þetta er ljótt, skammarstöðin, þú veist, hvað ætlum við endalaust að gera við þetta? Ég held að þættir séu bara geggjað innlegg inn í það, þú veist, þetta er svona, við erum svolítið að snúa frá þessum leiðilegu tímum sem við vorum á, þar sem allir voru bara á öllum og þessi svona hópaskipting og allir einhvern veginn
mér finnst bara fínt að við förum að sýna hvor öðru svona og fólki meira umburðarlyndi og við förum bara aðeins að chilla. Ég held að geti verið, fyrir utan það að þessi þættir eru bannaðir börnum eða eitthvað, eða þú veist, skiljanlega, það eru sko 2 hrottafullar nauðganir í svakalega atriði í þessum þáttum, en þá þetta alveg svona, eitthvað svona þyrfti að vera bara í námsefni grunnskólana, þú veist, til þess að Þú bannaðir 16. Já, 10. bekkur geti kannski fengið að sjá þetta og bara til þess að kenna okkur, þú veist, hver þessi hegðun varasum og hvernig við verðum í bergmálshellum eða í einmannaleikanum og allt það og bara til þess að fólk gerir sér grein fyrir því að þú veist eins og þú veist froskurinn í vatninu sem að sjóða þú fattar þetta ekki, þú ert í þessu en þú þarft að sjá þetta einhvern veginn utanfrá til þess að átta þig. En svo vil ég bara líka kalla eftir ritstjórn fjölmiðla við þessi athugasemdakerfi og ég vil líka spyrja spurninguna hvaða tilgangi þjóna þau? Það hefur verið gert að einhver leyti, en síðan hefur það verið opnað til þessu samskiptamiðlum, það var hægt. Já, en það til þess að hleypa einhverju umferð af stað, en nú eru til dæmis samfélagsmiðlarnir allir að draga saman, nú á að fara að rukka þá fyrir að dreifa fríum fréttum, þannig að það er mjög erfitt núna að deila fréttum, það eru komin svona alls konar klækir, við tökum mynd og svo hlekkurinn í fyrstu athugasemd, það er svona aðeins verið að fara framhjá og eitthvað svona, og ég velti fyrir mér, og ég hef verið fjölmiðlamaður í fjölda ára og ég hef aldrei lesið athugasemdakerfi af því að maður hefur algjörlega rækilega fengið á baukinn í þeim. Ég svo ósammála sann. Og það andlega bara, ég hefur lent í því sjálf. Ég hef lent í því, Ég meina, fólk að skrifa alls konar einhverju ljóta hluti mig og eitthvað X. Ég bara blokka fólk, þetta kemur mér ekki við hvað einhver fúl manneskja eða einhver bitur manneskja að segja, en mér finnst samt mikilvægt að við séum með kommentakerfin. Ég vil Hvað vita tilgangi þjóna þau? Bara eins og ég les ekki fréttir nánast íslenskar án þess að fá dass af kommentakerfinu. Ég vil vita hvað fólki finnst það sem er að gera í samfélaginu. Og sumt það er alveg góð mælikvarði á köflum því að þú veist, ef eitthvað er heitt í athugasemdakerfinu, þá er það kannski eitthvað vert til umfjöllunar. En mér finnst það, ég hef ekki séð... góð mælikvarði? Nei, ég hef ekki séð stundar ég það persónulega ekki að kommenta á fréttir. Nei. Og ég veit mikið af fólki, og þú veist, nú tekið þetta bara út frá mér, ég náttúrulega ekki allir, en þú veist, ég bara... En svo hefur þitt svæði til að kommenta. Og ég upplifa alltaf þessi sama fólki sem kommentar á allt. Þetta eru topp fans, bara mertir topp fan. Þannig að mælikvarðinn á það hann ykkur. En það er að loka á umræðinu bara út af því einhverju segja eitthvað óviturlegt. Þú veist, það bara alltaf... Mér finnst hún bara ekki þjóna tilgangi að því leytinu til að hún er oftar meiðandi en eitthvað annað og það kom til dæmis bara ráðleggingar frá landlækni mat, bara hvernig við eigum að borða mat. Það er 850 grömma gremmeti, meira prótín, bla 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 og það var bara urðað yfir. Ég held að það sé samt mjög mikilvægt að þessar raddir sem að geta þú farið alveg yfir strikið og verið dónaður alltaf fyrir að fá að heyrast. Og jafnvel meira segja nafnlausar, það tala mikið svona nafnlausa aðganga sem eru... Það er nefnilega í þáttunum en er minna hérna í Íslandi eða ekki? Já, en þú veist, það var nú einhver sem benti á það og það er rétt, minna Benjamin Franklin og kallarnir sem að stofnuðu Bandaríkin, þeir voru nú í því að skrifa undir nafnleysi í blöðin, skoðanagreinar sem þeir hefðu ekki getað komist upp með nema að vera undir nafnleysi. Það er svona til að hreyfa við umræðu og færa fram erfiðar hugmyndir og þá getur fólk þurft að fela sig á bak við nafnleysi en því fylgja náttúrulega alls konar annmarkar en ég held að það sé eitthvað sem er bara svona nauðsynlegur fylgifiskur og ég sakna alveg svona nostalgíst að þegar fjölmiðlar voru bara hliðverðirnir og ritstjórnirnar sá algjörlega hvað það var sem fólk fékk inn í umræðuna en og mér finnst að ég sakna þeirra tíma svolítið en á sama tíma þá er einhvern veginn það að allir hafi sinn eigin fjölmiðil og sína rödd, það er bara eitthvað sem við getum ekki einhvern veginn bakkað út úr aftur. Að því að fólk getur talað á sínum miðli, á sinni síðu og Facebook síðu og sínum reikningum, getur fólk algjörlega sagt sína skoðun. Það vil frekar tala eins og Frost er að benda. Já, og þá spyr ég, hvert er markmið? Hvert er markmið og hvað er tilgangi þjóna? Ég hef velti fyrir mér að því að maður hefur rækilega byrjar hún Helga enn einu sinni að tala. Það er bara sumir sem að vilja gera þetta. Já. En það er bara eftir, ég held við getum alveg þóla það. Ég veit það ekki, þú veist. En að þú segir þetta, að ég hef oft talað við fólk sem hefur orðið fyrir svona guðsum,
Og ég segi alltaf við fólk sko ekki haldað og getur hristið af þér. Af því það bara hluti að vera manneskja og vera af því að við erum langstærstu hluti félagsverur og bara stæðsti hlutin af sjálfin okkar á milli okkar og annars fólks. Ekki láta eins og getur gert svona. Við verðum ef ég hrópa á einhverjum ónotum núna, það var bara eðlilegt að fá svona sjokk og ganga tilbaka. En þú átt ekki að láta það buga þig. Ekki láta eins og þú sért bara úr stáli, þú ert ekki úr stáli. Ég sammála, ég held bara við þurfum samt, finnst það ekki vera réttlætanlegt að loka á alla umræðu út af því að einhverjir eru þannig. Og ég held að það er bara rosa erfitt að þvera þetta svið. Það er mjög, það er engin rétt svör, Já, ég vil bara sjá hvaða tilgangi þjónar, því ekki eru unnar fréttir upp úr þessum athugasemdunum með einhver sé uppljóstur einhverjum merkilegum atriðum. Það eru ekki unnar fréttir upp á því. Þannig að þetta er bara eitthvað sem að fólk með frjálst svið getur sagt hvað sem auðvitað eru kannski maður sér minna af einhverjum svona líkamlegum hótunum og einhverjum svona viðbjóði eins og tekinu fyrir þáttunum. En það kunna vera til dæmis bara hlutlægir fjölmiðlar sem að segja einhver ákveðna hlið á einhverju frétt og svo kemur einhverju kommentarkerfinu bara með upplýsingar og segir bara þetta er ekki svona og það er eitthvað sem að almenningur þarf að geta skipst á þeim skoðunum og svona þess að fáir. Það gerir það á þeim eigin reikning Já, þú ert á þína síðu. Eða í kommentarkerfinu fyrir neðan fréttina. En það er náttúrulega gangi gegnum bara menningarlega breytingar að þetta er bara allt í nú bara opnast að allir hafi aðgang að einhverju almannarými og það allir heyrist ekki, það er ekki þannig, það er bara sumir heyrast og þannig er það. Kannski er þetta bara sem að við þurfum kannski 3 kynslóðir að ganga í gegnum til þess að læra á þetta. Ég held við sem alveg að blekkja sjálf okkur með því að þetta hafi ekki áhrif á fólk. Þetta hefur bara gríðarlega áhrif. Það er svona góð sena, eða nokkrar senur í þáttunum þar sem að leikkonan eða komikerinn sem að verður fyrir þessu netníði, þessu nafnlausa netníði frá okkar besta manni sem hann er, þegar hann verður betri maður. Það er ótrúlega flott hvernig er sýnt þar sem hún er að skoða. Hún rennir yfir allan viðbjóðin og rennir yfir viðbjóðin, deletar, svona tekkar á þessu og það er eins og henni sé alveg sama og svo kemur eitthvað trigger sem er svo vel gert í þáttunum og það er sem hún situr eitthvað stáð. Það er eitthvað sem situr eftir. Ég myndi nú bara, ég held að ef maður er að kalla eftir einhverju þá er það kannski bara kurteis samskipti, bara almennt, fólks á milli. En ekki hunsa hina hliðina sem er þessi narsissismi, sínum, bara hennar karakter, hún gengur í gegnum þroskaferli, hún liggur þarna og er bara svo ánægð með sjálfa sig og öll þessi geggjuðu komment sem hún er að fá og er að læka þau og hún lifir í ákveðinni búblu og hún er að tala í ráðandi hugmyndafræði, ráðandi svona kvenfrelsis hugmyndafræði, maðurinn sér börnin, hún kemur heim, bara er að lifa sínu besta lífi, liggur þarna þunn og er eitthvað að læka öll þessi fallegu komment. Þannig að við getum ekki alveg tekið það út, þetta gerist í samhengi við hitt. Þannig að já, svo er bara hinn maðurinn sem á engan að, og væri, hann á engan að og er eitthvað að hrópa út í, tómið og hann er, einhvern veginn að mínum að þetta er svo mikið fórnalamb í þessu, öllu saman og bara allir sem eru eins og hann, ráðandi hugmyndafræði er ekkert eitthvað að spá í það og samfélagið er ekkert að vorkenna þeim almennt, en þeir eiga bara erfitt uppdráttar og það þarf alveg að tala meira það, sammála því. En þannig ráðandi hugmyndafræði, ég held að við tækjum drullu af netinu og myndum safna því saman, að þá á kannski Sóley Tómasdóttir, Hildur Lillendal, Sema Erla, meira heldur en allir þessir inselkallar hafa nóttíma veikið. Já, Hildur Lillendal var náttúrulega líka... Það er ekki meira ráðandi hugmyndafræði en svo. En hún var náttúrulega líka í einhverju hún fékk á sig gagnrýni fyrir að vera með meðandi ummæli á netinu. En haldið að það hafi verið vegna þess sem hún sagði þá sem hún hafi fengið það. Að það sem að hún sendi út á netinu hafi kallað yfir hana þessa hrúgu af kommentum eða vegna stöðu hennar þar sem hún var raunverulega ekki í ríkjandi hugmyndafræði að tala fyrir réttindu kvenna. Það var ástæðan fyrir að hún baukinn fyrir það, svo sannarlega. En fékk svo sannarlega á baukinn líka fyrir að vera með hatursummæli sjálf sem að manni brá alveg við að lesa, þannig að ég held þetta sumir vilja hafa athugasemdakerfi, ég vil ekki hafa þau. Mér finnst þau ekki þjóna tilgangi, en ef að fólk vill bara lesa púlsinn, þá er þetta mælikvarðinn til þess
að lesa púlsinn, þú veist að allir séu brjálaðir út í matvælaráðleggingar landlæknis, áhugavert, mjög áhugavert. En matvælaráðleggingar landlæknis geta verið bölva bull, sko, það er átökur á því. En þú ert líka að lýsa sem að bara allt í henni kemur eitthvað stóð bara. Já, það bara stóð og það ykkur á lyktina einhvern veginn, hann eitthvað, þú Alma, nú ráðist og Ölmu, þetta bara eitthvað. Já, þetta var bara matvælaráðleggingar. Ég upplifu oft svona, ég hugsa, sko, ef við gætum bara smelt fingri og við værum bara ekki með neitt internet. Það væri æðislegur kosmur að mörgum leyti. En á sama tíma er náttúrulega svo opaslega mikið sem internetið gefur okkur. En það er samt alveg svona leynd þrá hjá manni að bara komast aftur í þann tíma áður en að internetið kom yfir höfuð til skjalana, sko. En svo áskilja fjölmiðlar sér rétt reyndar til að fjarlægja meðandi komment, meðandi athugasemdir og ég vona að þeir geri það, þeir hljóta nú að gera það, en Guardian er til dæmis mjög strangur með þetta. Við erum á nútímanum erum við komið með nýtt ummælakerfi sem að Speakness svona sprotafyrirtæki býr til og þar sem sagt gefið einkum fyrir háttvísi og gagnlegt komment og svo framvegis, þannig að það er svona innleggi að reyna að bæta þessa umræðu. En hvernig, nú rekur þú fjölmiðla, hvaða tilgangi þjónar það að vera með ummælakerfi? Það er bara, mér finnst það mikilvægt að bjóða lesendum að taka þátt í umræðinni og leggja til hennar. Það er bara þjóðarsálin, opin símalína, beinlína, þetta er bara búið að vera í fjölmiðlum lestabréf, þetta er búið að vera í fjölmiðlum síðan áður en að nokkuð okkar fæddist, sko. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að stór hluti fólks sé það sem Nixon kallaði the silent majority sem að kommenterar ekki. Já, það er algjörlega þannig. Sveiflan í kommentum almennt í hvaða átt sem það er með við kannski matvælaöryggi hvert svo sem umfjöllunarefni sé alltaf miklu ýktari heldur hún er í raun og veru. En það er bara tilfinning. Tala eins og framsóknarmaður það er bara þannig. Persónulega kommenta ég aldrei á Facebook eða í þessum kommentakerfum en ég gerir mig grein fyrir á sama tíma er ég með mitt plattform og get verið að ranta í mínum þætti og með minn fjölmiðil og svo framvegis en þetta fólk sem maður stundum hugsa bara hvað er þetta lið að pæla hérna það er fólk sem hefur enga rödd og bara hefur ekki plattform til að segja neitt. Kannski að tölum sko kynjabaráttuna í þáttunum aðeins þetta hérna mismunandi tjáskipti og við vitum þetta held ég öll sko að ef ég verð að tala við þig maður við mann að þá er það á okkur svona leveli og flest sækjast við eftir sko ef við erum að tala um eitthvað að viti að við viljum tala við hitta fólk og við þekkjum þetta bara frá COVID-tímanum, þegar við alltaf yfir í Zoom að við fundum alveg að byrja það hvarf svona einhver 23% af samskiptunum sem eru bara óendanlega mikilvægt. Það er ekki hægt að koma með neitt mál á núllpunktin á Zoom-fund. Þú verður að gera það sem hittir fólk því og getur lesið að hvernig líður og eitthvað svona. En svo vitum við líka þegar við erum búin að tala saman og ég treysti mér ekki alveg fyrir að segja auðlítið þegar ég skrifa herðu kæra, ég var að hugsa eitt eftir að við skildum að þá, þú veist, þetta er bara þekkt í mannkynssögunni að við erum að gera þetta. Síðan erum við með til þess að bréfið, þar sem að ég horfi ekki á þig. Síðan er ég með skrifa, þar sem að ég er að tala við hóp og ráðin hóp og þess vegna finnst mér gott að hún er stand-up Ari, þar sem hún kemur og er að hæðast af köllum svona almennt, þannig að hún er að reyna að meiða svona óljóst mengi. Síðan erum við með þegar við síðan alltaf voru nafnlaus og erum byrjuð að tala og hrópa út í tómið að þá er þetta orðið svo ábyrgðarlaus samskipti þetta næri ekki eins og 1% af samtalinu sem við áttum hérna áðan. Þetta er orðið bara eitthvað, þetta er ekki eiginlega samskipti. Þetta er orðið svona eitthvað bara ábyrgðarlaust tal. En stór hluti af samskiptum okkar. Ég er svo heppinn að ég sitt hérna og tala við fólk allan daginn. En stór hluti af samskipti fólks er meira og minna þarna einhvers staðar á hinu svæðunum. Já, algjörlega. Það sem að þú hittir ekki. En nú eru líka falla dómar að fólk sé gert raunverulega ábyrgt bara orðar sinna. Það eru bara dómar í auknum mæli að falla þannig að sko þetta er svona þróunarmál örugglega. Kannski á einhverjum tímapunkti lærum við að vera í samskiptum. Það sem ég átti við með þessari löngu ferð var að ábyrgðin sem er í samskiptum mínu við þig, auðlítið
hún ekki á hinu svæðinu. Nei. Bara dream on, Af því þú að þú getur finnur ekki ekki tekið human hana contactið. og ætlast til hún Já, síða þarna já. og mér fannst þetta koma ágætlega fram í Já. þáttunum. Þannig það bara eitthvað svæði þar sem einhver önnur lögmál og við verðum bara að finna einhverja síðareglur á því svæði, eða samskiptareglur sem þá verða til bara sjálfum sér, sem eiga við þar. Ég held að við getum ekki flutt samtalið okkar yfir á eitthvað nafnlaust spjall. Nei, þetta er rétt. Já, en minna, fyrst þú nefnir, þú veist, hún í þessu uppistandi, hún að segja mjög ósmekklega hluti, sérstaklega bara svona líkamlega og svona kynferðisleg smánin á karlmenn sem að karlmaður myndi aldrei komast upp með að segja. Hvað þá vera, þú veist, hrósa fyrir að, þú veist, þau bara svona frekar, já, það slá mig, bara eitthvað svona, þetta var bara mjög ljótt. Mér finnst þetta ekki ljótt, mér finnst þetta típist svona hí á kóngin. Já, þú veist, að konan í veikri stöðu, kallinn í sterkri stöðu, ég hí á. Eins og konan sé í veikri stöðu í Noregi, þú veist. Og það það sem að þættinni fjallum. Og það bara máli. Erum við ekki komið fram úr þessu, segir þátturinn? Það sjálfsög, ég meina hvað hann segir hérna, fyrst í ingangunum, þetta hérna, snýpurinn með 70.000 taugaandana, samt ekki viðkomur heldur en norski karlmaðurinn. Og svo bara allir sendir í einhverju svona. Þetta var alveg gráðsvæði sem að hún var að presentera í sínu gríni, sem algjör trigger fyrir svona einmitt, þessa incel menningu. Já, ég ekki að hleyja þessu, vegna þess að við vorum að tala um kommentakerfin. Gráturinn í köllum í kommentakerfinu náttúrulega bara ótrúlegur. Það þeir sem að hlaupa mest hneykslaðir og sárir og móðgaðir og Almennt séð þið í þáttum. Það bara í okkar kommentakerfum og Facebook og Karlmenn náttúrulega bara svolítið móðguna gjarnir, bara svona til óbá, sko. Ég held að konur geta alveg verið móðguna gjarnar. Ég held að við séum bara komin á þann stað jafnrétti, við viljum bara gagnkvæma virðingu hérna. Þú veist, við verðum ekki gagnkvæma móðgun. Karlmenn geta ekki komist upp með það að tala niðrandi til okkar og smætta okkur líkamlega. Við eigum ekki að komast upp með það sama, sko. Nei. Þannig að hún fékk svona smá leksíu í þáttunum með sitt svona grín klálega en hún þroskast. Já. Svona eitthvað, en svo er hún alltaf bara gett ánað að geta tekið viðtalið við hann, þú veist, og hún kom alveg, þau áttu svona alveg bara mjög innileg samskipti, en hún hljóp inn á ritstjórnarherbyggi og hún var svo ánað að hann hefði verið að lifa sem transkona, þú veist, þetta er svo geggja sjónvarp. Og jú, þetta enda vel, en þú veist, og hann kannski svona aðeins búinn að finna sig, en ég meina, hver var ávinningurinn í raun og veru? Þú veist, hann fann samfélag við fólk sem kona, því að fólki líkaði miklu betur að tala við hann sem transkonu og honum leið bara vel þannig, þú veist, að fólk vildi síður sjá hann sem en karlmann og hann gat líka bara sýnt okkur sálu sína sem þessi kona og gat verið bara miklu manneskjulegri, hann þurfti ekki að vera að fronta einhverju karlmennsku sem hann hafði aldrei passað inn í. En það sá maður ekki hvernig hann ætlaði að vinna úr þessu, sko. Sú ræða sem hann heldur þarna, ég held að hann hafi verið inn í atkvarðinu, hann heldur þessa ræða. Það sem er að útskýra fyrir konunum, hvernig það er að vera hérna svona incel og þá útskýra hann þannig að það eru kallanir sem einangra þig. Að þú ferð ekki að tilheyra sko kalla hópnum og kalla safna konum í hópum og ef þú ferð ekki að vera í einhverjum hópi þá ertu náttúrulega bara merktur eins og það er ekki konan sem kemur nálættir. Þannig að grimmdin í kallaheiminum sem er mjög skemmtilegt að því að rýmar á móti sko það sem að herbergi sannleikans hjá nágrannanum það sem hann er inn á homaklúbnum að hann lýsir sko kalla heiminum sem sko að grimmum og með hinn er að tala með velkomandi og þeir eiga báðir það sameiginlegt að eiga bara mjög erfitt með að þú veist keppa í social hierarchy karla, þeir eru báðir bara svolítið kvenlegir mjúkir menn og þú veist það er alveg þannig að sko konur, ég meina karlar keppa við karla og konur keppa við konur og konur leita sér að mönnum sem að njóta virðingar í sínum samfélagum að þú ert útilokaður frá samfélagi karla og samfélagi kvenna, öllu samfélagi almennt. Hvaða sens áttu í heiminum á einhverjum tengslum við einhvern og En það er allt saman gott og gilt, en á hann þá rétt á því að geta drullað á netinu? Nei, hann sá eftir því, hann sá mjög mikið eftir því. Nei, ég segi að því að þú vilt ekki fjarlæga athugasemdakerfi. Hvað vilt þú, hvernig er hægt að leita lausnar við þessum vanda sem er klárlega bara þetta ljóta tal á netinu, þú veist, sem að er bara orðin meinsemd, sko,
í okkar samfélagi. Það kannski afleiðing af einhver annari meinsemd sem í samfélaginu sem við þurfum að horfast í augu. Já, ég held það. Það er líka eitt sem að því við erum að tala kultúr og okkur, við erum að koma út úr svolítið svona einstaklingshyggju tíma, búin að vera í marga áratugi, sem við vilja kalla þetta sem eitthvað vók, við erum bara að koma út úr gríðarlegri einstaklingshyggju sem að færir sök alltaf yfir á einstakling, ekki samfélag, af því að samfélagi vill ekki bara neina sök. Og ég hef stundum tekið svona asnalegt dæmi að vitið akkur selfieð slapp í gegn? Af því að ég man alveg þegar ég var yngri þá var maður að skoða fjölskyldualbúm og eins og allir þá skoða ég helst myndir af mér sko. En ég lét ekki á því bera af því það var kultúrin af því að maður mátti ekki vera alveg í því og ef ég tók mynd af mér og eitthvað svona þá hefði þú sagt varst að taka mynd af þér? En svo allt í einu þá tók ég mynd af mér og þú sagðir nei, en gaman og þá bara hrundi heimur síðan hefur enginn tekið mynd af neinu en maður sjálfur til þess að halda upp í menningu að þá hvernig tökum við á þessum leiðindum á netinu hvernig umgöngumst við það, tökum við þeim sem er svona sjálfsögður hlut eins og við getum ekkert gert í þessu ég held að það sé líka spurning sko. Þessi þættir eru stórt skref í átt að því held ég samt. Já, þetta er alltaf spurningum að við horfum öll í spegilinn og sjáum hver við erum og byrja hjá okkur sjálf sko. og þú getur náttúrulega líka tekið mynd af þér sko. Já, og horft á hana sko. Við erum öll að gera það og það er einmitt, eins og ég sagði áðan kannski eitthvað svona efni sem að þarf bara að vera í námskráni sko, að allir sem að gangi gegnum árganginn sjáu þetta á einhverjum tímapunkti þess að svona skynja við hvað þeir að eiga það er bara já, ég held að þetta sé líka bara spurningum að við sem við þetta borð sem að eigum börn og að við ræðum og kennum börnunum okkar að heimurinn getur líka bara verið hættulegur og hann er hættulegri stundum á satt kyrrt leggja og allt það sko, við þurfum bara við þurfum bara að kenna börnunum okkur samskipti og allt það sko, ég held einhvern veginn að við þurfum að hafa tíma til þess. Já, við þurfum að hafa tíma til þess. Það er svo oft, maður heyrir þetta svo oft, sko, kennarasonur. Já, við þurfum að koma sér í námskrá. Það er alltaf aðeins meira sem kennararnir að kenna. En fjármálalæsi. Og þú veist að við höfum ekki tíma til þess, en auðvitað, þú veist, beritt fyrir börn var eitthvað eitthvað. Betri fjármálalæsi. Mér finnst alltaf svo fyndið. Betra fjármálalæsi. Við erum með 7,5% stýrivexti. Við erum að fara að kenna fjármálalæsi. Já, ég held það. Ég held að svona klassískar kurteisisreglur og bara nú á ég dóttur sem er að vera 13 ára og það er sjálfsögðu sími og alla vinkonur og allir vinnir með síma og það eru samskipti á netinu og það eru einhverjir sem er að tjá sig eitthvað og einhver sem segir eitthvað vitlaust og lalala og allt í einu verða allir brjálaðir og maður er að reyna að lesa þetta, þú veist, bara heyrðu, býtu hvað gerist, það er búið að kalla á alveg 3 fundi. Þú veist, það er eitthvað svona, heyrðu, býtu nú við, þessi var að segja þetta, þú veist, það þarf að passa að það sé enginn að tala illa þetta, ekki birta neina myndi, allt þetta, sko. Þannig að þú veist, þetta er bara flóknara. Þetta er alltaf að vera flóknara og flóknara. Það er bara þannig. Og svo eru strákar og stelpur, þú veist, það hefur ekkert breyst, aðsnælega kannski að orða það þannig, en þú veist, strákarnir eru kannski líklegri til að segja allt í einu eitthvað, kemur eitthvað? Nágranni myndi segja að þetta hefði farið betur ef að Guð hefði bara látið sér nægja að skapa Adam. Já, nágranni er þetta, já. Tómt vesinn á milli, átakana á milli kynja. Nei, ekki allavega eins og í þáttunum, þá er nú þetta hierarkí karlmanna, það er nú, mér sýnst það vera stóra vandamálið í þáttunum. Já. Það er það sem að 2 af karakterunum er að berjast við, sko. Einmitt. Sem að var mjög áhugaverður vinkil. En það sem mér líka langar að leggja áherslu á er að orð meiða, hvort sem þau eru sögð við þig eða skrifuð þig. Algjörlega. Og ég hef fengið holskefli við mig, þú hefur fengið holskefli við þig, þú hefur gert það, ég veit ekki með þig. Ég hef náttúrulega gert nokkur áramótasköp. Já, einmitt, þú veist hvernig það er. Já, það er náttúrulega ekkert grín, sko. Þau meiða innilega og maður fær þau á heilan og það er bara virkilega sárt að fá svona skrif sig. Það er það. Og ég vil að við ræðum það líka, sko. Bara að fólk gerir sér grein fyrir því að það sem það skrifar, það mun vera lesið og það mun örugglega vera sent að þann sem skrifað þið viti, ef viðkomandi hefur ekki séð það.
Þannig að þetta eru svona 2 pólar sem eru mjög viðkvæmir og þarf að ræða í þessu samhengi. Það er líka kannski að kenna eða svona fræða þá sem að verða fyrir svona einmitt hvernig þetta er náttúrulega lífsreglurnar 4 gott aldrei taka neinu persónulega maður læri það auðvitað einhvern tímann að mest allt sem er skrifað hann á netinu sko þá er fólk að skrifa þá mynd sem að sko það finnst að tjá eigin tilfinningar og að tjá sig þá mynd sem að dregin hefur upp af þér í fjölmiðlum og en þekkir því náttúrulega ekkert persónulega og veit ekkert þig í raun og veru þannig að þetta er mjög grunnt í raun og veru og fólk þarf að gera sig grein fyrir hvaðan þetta kemur að því leyti. Svo líka einu ágætis regla að ekki láta vanlíðan annar að fara með þína eigin líðan sem þú sagt. Ef einhver hittir eitthvað á netinu sem að hella sér yfir eitthvað brjálaður og reiður þá þetta náttúrulega bara eitthvað tilfinningar sem hann að bera sko. Já, en þetta er árás sko. En ég verð að segja þegar ég horfði á þessa þætti að ég man að það komið svona hugsun hjá mér það er greinilega býstna miklu meira flókið að vera kallmaður heldur en að ég gerði mig grein fyrir því að þeir 2 nágrannir, Tom og Auðun sko, þetta er náttúrulega ævintýralega miklar áskoranir og flókið líf sem þeir eru að glíma við og sérstakt samband þeirra milli og þú veist að vissuleiti einhverju leiti svolítið ýkt en það er auðvitað, þetta er til þessi einmannaleiki og að menn upplifir sér kúaða eða eitthvað svona en heilt yfir þá held ég að karlmönnum líði sem betur fer miklu betur heldur en við vorum vitnaði í þessum þætti. Þegar við hittum hann fyrst að þá er hann að skrifa að norskar konur séu búin að eyðileggja samfélagið og hann er að reyna að finna sér konu úr öðru samfélagi og þetta þekkir maður alveg á Íslandi. Þekkir menn sem að tala með þessum hætti og eru síðan að ná sér í? Já, það er bara þannig sko. Og ég talandi svona rudda á netinu og svona, ég kíki stundum á prófílinn og svona ég bara það er þannig með þessar hugmyndir að konan sé að kúa þig að þá er það eðlilegt fyrir mann sem upplifir að þessi kona í mínu samfélagi er að hafna mér að finna konur öðru samfélagi sem að tekur mér og það er En síðan í þessum þáttum þá var náttúrulega hann Auðun sem var með norsku konuna og hann var að reyna að spila hlutverkið hann upplifði sér umverulega að kúa hann sko og það bara verið í fæðingarorlofi með pelan sko, það væri bara hryllileg kallakúun sko. Og var það sem leiti að Já, og svona ekkert merkilegur blaðamaður hann gekk inn í heim konunar Já, og ég meina hann sætti sig við mjög mikla undirskipun í því sambandi og þetta eru 2 menn sem voru bara ekkert beint samkeppnishæfir á, þú veist deitmarkaði þannig já, annarkvært finnur einhverju konu og samþykir að hún sjúksla leiðilega við þig eða þú reynir að finna þér einhverju konu annar staðar og hún eitthvað stelur að þið fullt af peningum þetta er ógeðslega sorglega þannig að þeir drepa máli og fara reyndar ekki langt með það sem er bara hluti af okkar samfélagum sem ég held að við höfum ekki mikið verið að ræða sem er það bara segjum að ég sé bara að reka fyrirtæki og það er svo lélegt fyrirtæki á mér og hérna að borga almennileg laun að ég flytt inn fólk sem að sætti sig við lægri laun og að sumuleyti var hann að gera það sama með konuna sem að bara sætti sig við minni kröfur. Ég var eins og að ferðast í Noregi þar sem að maður að fara inn í svona gömlu þorpin sem eru djúpt inn í fjörðunum sem eru verksmiðjur sem eru byggðar nálægt virkjunum eiginlega ekki meitt helvítis álver þarna inni og þá það er rosalegt að keyra þær í gegn því þú sér þarna bara norska kalla að fara í vinnuna og svo eru bara asískar konur á götunum og sem að mér fannst þetta að vera eye-opener fyrir Íslending og sem að þetta er bara við erum komin á söguöld það sem eru konurnar eru keltar kallarnir eru norrænir hérna þetta er að vera eitthvað stórkostleg menning hugsaði maður en maður sá þetta samtala og þið hefðu oft séð þetta það sem að kallar fara og sækja sér konur sem að sætta sig við einhverja stöðu sem að konurnar úr þeirra samfélagi sætta sig ekki við þannig mér finnst þetta eitthvað svona hugrekkinu í þáttunum að ná að fjalla þetta Já, en svo eru náttúrulega líka bældir kynórar augljóslega hjá heitan ekki Auðun þannig að það er eitthvað aðeins meira í gangi heldur bara það að hann meiki ekki að vera heima að gefa barninu sinu pela sem ég held að þú veist, einhvern veginn upplifun svo að hann sé það er kynsveltur og það er einhvers konar það er eitthvað sem er kannski mögulega eitthvað sem að kallmenn
þola misvel og allt það, en ég velti fyrir mér að svona í þessari sögu þá er honum ekki bara gefið það að hann sé einhvern veginn læsturinn á heimilinu í feðraorlofi. Það var bara ekki snertur, svo varum einhverja klámfíkn og þú veist, og það er líka eitthvað sem við þurfum að skoða bara með netið. Hvað er að gerast þar? Því að þú veist, þetta er bara, þetta er orðið rosa mikið og þetta er orðið bara rosa skrítið, þú veist, og það sem fólk er að horfa og ég held að einangrunni sem fólk er að upplifa og bara svona ákveðin fyrring frá mannlega eðli sínu, þú veist, í tengslu við klám sé stór hluti af þessu líka. Það er svo stór partur af þáttunum, En Auðun... Mér finnst einhvern veginn þema að vera alltaf hittumst frekar á torginu heldur en heima í stofunni, sko. Já. En Auðun frá sjónarhorni feminista geti verið þannig að hann er dæmi kall sem er alinn upp í karlaheimi sem að trúir hann hafi aðgang að konum til kynlífs. Svo kemur í ljós að svo er ekki. Hann getur ekki bara gengið á konuna eftir þörfum. Að þá verða til þessir órar sem er hjá honum. Það er ófullnægð hugmynd sem hann hefur að með því að vera í sambandi að þá hafa hann bara takmarkalaustan aðgang að konu til þess að fróa sér. Þannig að það er líka svona harmsagan í honum. Já, svona grimmileg klámfíkn líka. Mér tekið svolítið harkalega á því, sko. Hvernig það bara einhvern veginn átan upp. Já, og svona óframfærin maður líka og hann var að tala þú veist, hann fyrir að hitta félagana sína og hann sitt, þú veist, einhverju gamlir skólafélagi sem eru miklu farsæll en hann og þeir eru eitthvað debatera eitthvað Já, þú veist, þeir eru svona, þú veist, þeir eru meira en á vóksviðinu, þú veist, þeir eru að tala þeir eru að sviðsetja miklu æskilegri karlkyns hæðun en þeir eru líka bara farsælir og þú veist, líf þeirra er miklu auðveldur og betra fyrir viki en hann situr þarna bara þögull og svo fer hann eitthvað að detti í það einn að gera eitthvað furðulegt, þú veist, þetta er svona, greiði maðurinn. Já, þetta er allt mjög flókið. Þetta er mjög flókið að vera til í dag. Þú kemur nokkru sinnum inn á að vera farsæll, að ég man ekki hvað sagði ráðan að ganga út á stefnumótamarkaðnum og eitthvað svona. Já. Og það er náttúrulega eitthvað sem er ríkjandi svolítið í okkar kultúr og hefur birtingamyndir á vefnum. Einmitt að við erum svona eins og markaðsvara og erum svona hugmyndir það hvað er að vera sko farsæll. Það stendur ekki undir þessu sko. Það er bara þekkt úr kvennafræðunum að þú veist að vera súper starfsmaður og súper mamma og ég veit ekki hvað og hvað og kallarnir eru konum með þetta líka, þeir eru að lúkka vel og ég veit ekki hvað og hvað. Búin að taka þetta upp eftir konunum og getur engin staðist undir þessu. Þannig að einhver veit er þetta líka fjall það er allir svona ómikið og hvernig karriérinn hennar og hvernig verður að reyna ít honum áfram á eitthvað svona tiltekinn stað. Það er náttúrulega rosalegu þrýstingur á alla einhvern veginn að meika eða slá í gegn og það eru bara svo fáir sem að gera það að við erum kannski komið með bara hjörð af rosalega vansælu fólki. Já, einmana. Þetta er bara svona cutthroat lífskeiða kapplaups stemning sem við erum öll að glíma við einhverju leyti. Dauðakúltúr hins vestrana heims. Það er náttúrulega allt bara betra ef stýrihúsið væri aðeins lægri. Við getum keypt okkur aðeins fleira dót, sko. Þetta er bara, Norðmenn eru að gera mjög sérstakar hluti. Þeir taka öll óþægileg svona málefni og topic og þeir gera geggjaðar sjónvarpsseríu. Við erum bara búin að sjá helmingin af þeim, ef helmingin hérna heima. Það er alveg ótrúleg gróska í þessari kvikmyndagerð bara í Noregi og það er líka bara svo, ég var handritanámskeið þarna við Norræna sjóðsins og við heimsóttum NRK og þar er bara head of drama og head of handrit fyrir fullarna, head of drama fyrir krakka, head of handrit fyrir leikið efni fyrir krakka. Þið viti, þú veist, það er bara svo mikil fagmennskan og svo mikil gróska því að það er gert á grunni fagmennsku og það er það sem að mér langar að gagnrýna hér. Ég held að engin sjónvarpsstöð hér hafi yfir að ráða einhvers konar handritaráðgjafa. Ég efast stundum bara hreinlega að handrit séu lesin yfir höfuð. Veitu, það er ekki nægileg gróska eða svona fagmennska í kringum handrit og meðferð þeirra og sagna. Það stór partur af þessu náttúrulega í kannski okkar bransa líka sá að það er alltaf svo
aðfinnulegt peningaleysi þegar kemur að því að framleiða eitthvað sem á einhverjum skala, eitthvað sem það á að vera eins og þetta efni vissulega, þetta gæðaefni, það búið að liggja yfir handritinu lengi, þetta ótrúlega vel leikið, það þú veist, öll pródusjón í þessu alveg bara eins og bestur ákosi. Svo hægt spennandi. Og spennandi og flott sett og yfirlega og allt það og allt kostar þetta peninga og allt það. Þarna augljóslega, þetta greitt stæðstum hluta held ég bara NRK sem bara norska ríkissjónvarpið, eflaust með styrk frá kvikmyndasjóð þeirra Normanna. Það var ekki líka einhver þýsk sjónvarpstöð. Og það örugglega einhver þýsk sjónvarpsstöð. En vandamáli sem við stöndum fram fyrir í okkar framleiðslu oftast, og þú þekkir þetta náttúrulega vel, að minni í svona stærri verkefnum sem við gerum, bara kvikmyndagera menn almennt á Íslandi, og það kannski, og þannig kemur ástæðan fyrir því að við erum alltaf að horfa á okkar spennuþætti, það að við náum að selja Nordic Noir til útlanda. Það verða stóru pródusjónirnar okkar að stæðstum hluta, að því að það markaður fyrir það, að því að peningurinn sem kemur hérðan frá Íslandi í verkefnin kannski 10-15%. Restin kemur annars staðar frá og þá það markaðsvara. Þess vegna verður alltaf að vera lík í öllum sjónvarpsseríum. Já, það er alltaf að vera lík, þess vegna alltaf lík og þess vegna eigum við svo erfitt með að komast kannski á þetta plattform. En byrju Norðmennindi, þeir náðu að það nú ein mynd frá þeim sem nú ekki tilnefndi 9 Óskarsverðlaun. sem líka fjalla svona hvað að gera við kallinn hérna í lok starfsferilans sem að sinnt okkur ekki neitt og þú veist, hvað ætlum við að gera við þetta? Eigum við að búa til eitthvað svona feðrasambandi við hann aftur eða hvað eigum við að gera við þetta? Já, og sömuleitt margar þessar myndir sem að Norðmennirnir eru að gera, sem að fjalla, maður bara sjá í fyrsta skipti upp á tjaldi, einhverja persónur úr nútímanum, eins og í Elslik. Exit þættirnir. Já, þeir geta verið lokal, þeir geta verið að fjalla lokal efni af því að þeir hafa satsað á það. Þeir þora að veðja á það. Þeir standa með því og setja fjármagn í það. Það annað en íslensk stjórnvöld að gera núna. Kvikmyndasjóður hefur verið sveltur, gjörsveltur síðan 2017. Og þó að endurgreiðslan hafi verið aukin, þá bara það fyrir risastór verkefni og fólk ruglar það svo oft saman. Kvikmyndasjóður hefur staðið í stað í mörg ár og kvikmyndagerinn, hann liggur bara niðri, Og þess vegna fáum við ekki efni, fáum við lítið af svona efni sem kannski ítir við okkur, af því að allt þarf að vera markaðsvara. Það þarf að vera lík í öllu sem við seljum. Nebo Baby eða eitthvað, sem að fjalla stéttaskiptingu á miklu svona skarpari hátt eins og Exit. Hljómar mjög spennandi. Er í íslensku efni. Við erum ekki mjög góð í stéttaskiptingu. Nei, þetta segir oft bara ekkert íslenska veruleika. Þetta einhver glæpaþættir sem að, þú veist, maður horfir á þetta ekki búið til fyrir okkur, þetta búið til fyrir einhvern annan. Og þú veist, hafði þetta handrit verið fjármagnað og framleitt á Íslandi? Nei, þetta alltaf tabú og þeir hefðu hugsað bara, þú veist, þetta ekkert. Það ekki líka alls svona reglur og kvikmyndasjóði, það verður að vera jafnt í kynjum og eitthvað svona hugmyndafræðilega. Þetta hefði staðið. Ég held að það sé nú reyndar í Noregi líka, Já, ég er bara með reynslusögu. Við erum að frumsýna Röskun í vikunni, sálfræðitryllir. Þetta eina íslenska myndin af þessari stærðargráðu sem verður frumsýnd á árinu. Svo sorgleg staðan núna í íslenski kvikmyndagerð. Og við vorum ár að berja hana listrænt í gegnum sjóðinn. Það tók okkur ár að endurskrifa þangað til hún var samþykkt. Allt í góðu, við erum ekkert yfir það hafin þegar við erum að þykja opinbert fé. Svo tók annað ár að bíða eftir fjármagni því að sjóðurinn var tómur. Hann tæmdist bara. Og verkefni sem voru búin að satsa á framleiðslu á því ári, þau eru öll að færast yfir á næsta. Og það mjög alvarleg staða. En tækifærin, og það sem reynir að segja hérna, tækifærin til þess að segja lókalsögur eru nánast engin. Og við getum ekki sagt lókalsögur því að það ekki endilega markaðsvara fyrir allan heiminn. Já, nema við náum einhverju svona plattformi eins og kannski Norðmennirnir núna, maður náttúrulega ekkert með berið hvort að þetta fari eitthvað víðar heldur en bara til okkar og kannski Svíþjóður og Danmerkur eða eitthvað svona. Þessari kannhátíð þarna. Já, þeir önnu þá. Það hlýtur að fara víðar. Það hlýtur að fara. Af gæðum, en það fyrir aftan þessa einu seríu eru kannski 20 aðrar sem fór ekki neitt, Já, algjörlega. Þannig að það búið að ytta þennan blýjant all svakalega, meðan við erum ennþá meðan flatan. Og það meira sem búið að sýna fram á það að hagræn áhrif af endurgreiðslunni
sem er í kvikmyndagerð eru veruleg sko fyrir Íslands samfélag og það eins og einhvern veginn og að vera framleiðandi, að því ég er framleiðandi líka að sækjum endurgreiðslu. Þú veist, við erum með 3 viðskiptamenntaða bókara til að likla upp öll verkefnin okkar, að því að það eru hliðverðir í endurgreiðslunefndum sem sitja þetta eins og bara, rannsóknar dómstóll sko. Og fólk sem þekkir ekki til neitt í bransans. Já, þú veist, þannig að, nei. Þau minna svo þekkir því betra. Þannig að þú ert í vörn allstaðar, þú ert að verjast, sko, reyna að sækja fjármagn og það eru hliðverðir allstaðar í þessu kerfi. Það þarf að sækja fram, sko, það þarf að sækja fram í menningunni. Ég held að það er líka annar lærdómur af bara þessu, að þú veist, við getum til dæmis, ég og Helga getum til dæmis gert bara berit fyrir börn. Já. Sem dæmi, þú veist. En þá myndur örgleikur veðið á það núna því þeir eru búin að sjá það áður. Nákvæmlega. Það er mikilvægt að við notum list til þess að komast í gegnum mikla umbreytingatíma því að það er tæki sem við höfum til þess að endurmeta sjálfsmynd okkar og stöð okkar í samfélaginu og það er bara sterkasta tæki sem við höfum til þess. Það er ekki athugasemdatalkandir. Nei. Eða kjallaragreinar sem að gera það. Gott lag með mínus bara. Þennan því að það er svona húmanísk jákvæðni í þessu að fólk geti breyst sem er gaman að heyra og kannski er afleiðinga því að við erum komið út úr tíma þar sem að við erum látið svolítið eins og það sé ekki. Að þú ert bara drullusokkur, þú ert bara drullusokkur á öllu þínu sviðum og þú ert frábær. Það er svona stemmingi sem búin að vera svolítið lengi. Já. Og mér fannst það svona jákvætt og það var líka annað sem að ég tengdi við Elsk líka eftir Lilju Ingólfsdóttur. Af því að hún er eiginlega sett upp svona eins og bara terapía, sögufráður þar. Það er eiginlega bara hvernig getum við læknað þessa konu, er eiginlega verkefni myndarinnar. Og mér finnst þetta eitthvað svona kjarkur sem að listafólkið er að gera, það sem að komið fram okkur vandamál sem er í samtímanum og það er eiginlega, þú veist, hvað er að gera í þessu? Bara endurspeglar þriðju vaktina á áhrif hennar. Ekki bara svona flöt skráning á því svona er þetta, heldur raunverulegu vilji til þess að eiga í samtali við áhorfendurnar og samfélagið, eigum við ekki að gera eitthvað í þessu, sko. Það er ekki, það er líka einkenni, ég veit ekki alveg meðan Tríer en að norska, en mér finnst þetta svolítið einkenni á norsku. Já, hann er alveg augljóslega húmanisti, sko. Já, algjörlega, en þú veist þessi ákef sem að maður sér í þessu, að höfundar þess að þátt að vilja skilja þig eftir eitthvað stað þar sem að þú vilt finna lausnina fyrir samfélaginu. Tómas sem að gerir ásamt fullt af öðru fólki þessa þætti sem að við erum að fjalla hérna núna, hann hefur nánast allan sinn feril skrifað mikið fyrir bæði börn og unglinga. Hann Tríer? Nei, Tómas Seberg sem gerir Berit og ásamt öðru, gerir líka efni fyrir fullorðna, en það er töluvert svona á hans sem hann hefur gert mikið af sérstaklega unglingaefni og eitthvað barnaefni og mér finnst það er eitthvað í þessum þáttum sem kallar á það er þessi bjartsýn í lokin, þú veist, það er farið alveg ofan í hóluna en það er hægt að koma upp aftur. Það er svona upplifði ég þetta eins og ævintýri, sko. Ég upplifði þetta eins og eitthvað hræðilegt ævintýri þar sem þú fer til heljar og kemur tilbaka. Það voru ekki einhverju norskir unglingaþættir sem að Skam sem að heldur betur. Allt beint inn í samtíma. Og þeir bara breykuðu heiminn, sko. Það er bara. Já, og svo flott þar líka, þú veist, þar eru fóreldarnir aukaðatrið, sko. Það eru eiginlega bara eins og fullorðan fólki í Tom og Jenna og sér allavega hausinn á þeim. Pæliði að endurreisnin kemur frá Noregi. Hvað segirðu? Ef endurreisnin kemur frá Noregi. Þeir eru svo mikið olíupening. Ættum við ekki að vera þetta, hvað var eitthvað? Sýslan í Noregi? Já, það er bara Sýslan. Við erum komin í eitthvað, ég held að við sem Þetta er bara listiðnaður sem að þeir sjá hagræn áhrif í að fjárfesta í og leggja allt í það, sko. Það er bara, þetta er afstaða stjórnvalda, þetta er afstaða þeirra sem ráða þarna að veðja á þennan geira og við erum löngu búin að sýna það í íslenskri kvikmyndagerð að við erum þarna líka, sko, við getum verið þarna en það er rosalega slæm staða núna. Norðmennir eru heldur betur, það er oft talað á svona í Skandinavíu þessu leiðilegi frændin, sko, leiðilegast er okkar allra, en þeir eru nú heldur betur að skáka okkur reið fyrir rass með öllu þessu framlagi sínu, sko, þetta er alveg ótrúlega vel gert. Og líka þessi geta taka svona erfið mál úr samtímanum og fjallumðu, það er bara flýja ekki yfir í sögulegu skáldsöguna. Í vonum að hún endurspegli eitthvað úr nútímanum. Akkurat.
þetta er bara svo frískandi líka, ég meina, Sólveig Anna drap Vókið, bara Við þetta borð. Og þú veist, Það endur ekki það? Hæ? Það endur ekki það? Nei, ekki bjölið, sko, en nei, það er bara eitthvað svo frískandi að sjá þetta, því það var ekkert, þú veist, það voru svo mörg tækifæri fyrir þættina að fara samt aðeins út í hitt, að þau voru, þú veist, þetta var svo frískandi svona Vókið búið, en svo tók maður reyndar eftir því að, þú veist, hvað manneskjan gjörn á að vilja finna nýjan óvinn, maður er svona, þú veist, og það spara ekki að stökkva í þetta anti-vók og fór að vera eitthvað svona hatast út í alla hinum megin og vera eitthvað Anti-vóki varði eiginlega sko ekstra vók á endanum sko. Já, ég held bara, þú veist, við þurfum ekki að fara, þú veist, að leika sömu brögð við hitt liðið og fara að vera eitthvað svona, nú er komin ykkar tími til þess að vera undirokaðir eða vera eitthvað leim. Þú veist, ég held að þessi þætti sýna okkur að við getum alveg kannski öllir vinir. Risið yfir. Bara sýnir alveg bara manneskjulega hlið á Tom, þú veist, þessum incel manni sem maður hefur ekki séð áður. Og eitthvað svona í menningun okkar að þá það kannski sína þættirnir að forréttinda konans upp á sviði sem að spyr hvað heitir fitan í kringu tippið á tippið. Þetta Karl. Það kannski, við erum komið frá því. En mér varst það líka með norræn karlverska, mér varst þú fyndi hvað hann líkur vinið þínum. Hann Tom? Já, við sama snirtarskeggið og eitthvað svona. Einhvern leiti þetta líka, þú veist, ég meina, þetta ekki bara búið, sko. Þetta ekki loka þessari bók. Já, ég meina, hann með alltaf með, hvað hétt prófílinn hans, masku og var eitthvað mjög keimlíkt Nordic masculinity en það sko tekið fram að Jón Þormar sem Nordic masculinity hefur aldrei verið undir nafnleynd og hann náttúrulega hefur allan tíma verið að leggja áherslu á jákvæða kallmennsku það er mjög fyndið að þeir eru eiginlega hann klæða sig eins og með sama skeggið Það eru flott að sjá Jón Þormar í Berit-dressinu, sko. Ég væri alveg til að gefa eitthvað fyrir þá. Já, ef það færi, ef við myndum ræka sig og fara að vinna á kannadgarðinu. Já. Það kveitir maður til þess. Það var við ræddum þess að þætti í síðustu viku og þá var einhver sem sagði það að þetta var kannski hollt fyrir kalla að vera kannski kona einn dag í viku. Já, einmitt. Heldur þú myndir skána við það? Upplifa ólíkt viðmót. Ég veit ekki, ég bara þegar maður að tala um raunverulegri breytingu sem að þú yrði fyrir ef þú væri kona. Þú verður laus við þetta helvítisfrekjuna í okkur. Nú bý ég með eingöngu kvenfólki og það reynist mér bara oftast ljúft og gott, ekki alltaf. Þannig að jú, ég hefði örugglega gott að það. Stundum vildur óska þess að þær getur sett sig í þín spor. Ég held nefnilega að það væri líka alveg ofsalega gott. Ég held að það sé alveg hreint í honum. En jú, ég held að ég hefði gott að vera kona einn dag í viku. Það er mánuð sem gerur hvort ég nenni hinu sko. Tekur ekki bara einn þátt í viku sem kona Það er alveg hugmynd. Það er hugmynd. Ég var nú alltaf með rödd konunar í gamla daga. Þá setti ég mér svona stellinga og las pistla eftir konur með rödd konunar. Til að svona hafa hún fengi nú einhverja rödd þarna. En það er svo einmitt það sem að er svona skáldskapur og svolítið íkt eru þetta að maður sko get ekki fundið til samkenndar með konum fyrir en að hann er sko búin að þurfa að klæða þessu upp sem kona og verða nauðgað bókstallega að þá fyrst geta hann fundið þessa samkennd með konum. Þetta er náttúrulega ósvalega mikið Þetta er ævintýri. Það er ekki það sem ég las út úr þessu samt. Ég held að það hefði meira bara verið að þú veist, hann hafði eiginlega bara ekkert færi á að vera í samskiptum við fólk og hann alltaf gleymist, hann er föðurlaus, alveg upp af mjög andstyggilegri móður og þú veist stjórnsamri og já. Svo fer hann er komin hann á barinn og setur bara einn, þú veist, hann er í engum tengslum við raunveruleika með fólk bara í kjötheimum, sko, og er bara svolítið dreginn inn í hennan hóp og hann er að skemmta sér, þú veist, hann er mjög óframfærir, hann er ekkert að segja mikið og svo náttúrulega fer það allt saman eins og það fer. En bara hvernig fólk nálgast hann og hlýjan sem fólk vill sýna honum og fá frá honum, það breytir öllum bara samskiptum hans í grundvallaratriðum. Þú veist, þú fær að sjá bara mannlegu hliðina, þú veist, bara hvernig fólk tekur þér. Mér fannst það meira verið það, ég sá ekki að hann væri svo vond manneska í grunninn, ég held, þú veist, maður sá bara hömluleysið og þú veist, þegar hann fer í þetta var fólk ekkert að tjá sig svona á netinu, en það var eitthvað hömluleysi, ég sé ekki að hann hafi einhvern veginn lært að konur væru líka fólk svona, ég held að þetta hafi bara verið hans brú inn í samfélagið manna. Já, algjörlega, tek undir það.
Herru, frábært að fá okkur hérna til að tala með þessa merkilu þætti. Við mælum öll með því að fólk hérna finni þetta á Spilara RÚV. Þetta eru 4 þættir sem eru svona 45 mínútur hver. Þetta var bara ákkurat temmilegt í hámor og áður að vera að líða illa. Og heitir á RÚV-sarpinum held ég betri maður. Já, betri maður. Það var nefnilega eitt sem kannski RÚV mætti taka til sín, ekki hvort þeir eru að hlusta eða að horfa, að það er alltaf sett þýðingin í RÚV-appið, en orginal titillinn er stundum bara ekki til staðar, þannig að maður er kannski að leita að það var hann að myndum hann að málaran Turner hann í fyrra, já, býtu, hvað heitir hún? Sko, íslensku heitir hún málarinn góðkunni, eða eitthvað það heitir. Og þá þarf það viðorð, já, þú þarf að kunna íslenska titilinn, en betri maður er samt góður, er góð þýðing á þessu. Ég hins vegar á því að fólk eigi að vera með íslenska heiti, sérstaklega ef þetta eru myndir sem er ekki á ensku. Algjörlega, engin spurning. Þetta hefur alltaf verið svona, þetta er bara venja hjá okkur. En bara orginaltitillinn mætti kannski vera undir eitthvað stað, bara þannig að sé hreinlega þetta að leita þessu, sko. Það er nú það sem ég er að tala um. Við vitum að RÚV hlustar á þessa þætti, þannig að þið taka til þess. Hlédís, Reynir, Helga og Frosti, kærar þakkir. Takk. En við ætlum að setja hérna áfram við rauðaborðið og næsti kafli bara eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.